Jæja, áhorfendur og hlustendur góðir. Á morgun gerist það. Það sem við höfum verið að bíða eftir lengi, Íslendingar ganga með töluverðar væntingar inn í næstu daga og vonandi vikur. Við erum að tala um HM í handbolta. Snorri Steinn búinn að fá ágætis tíma til þess að velja sitt lið. Einhver meiðsli en ætti nú kannski ekki að skipta sköpum. Og þetta gekk ekki alveg nógu vel á síðasta stórmóti en við höfum væntingar sem aldrei fyrr en maður veit eins og ofta áður ekki hve mikið rétt maður hefur á þeim væntingum sem maður finnur í brjóstinu og af því að ég nú bara áhuga maður eins og þið flest þá hef ég fengið einn fagmann hér í handbolta til þess að reyna að svara því hvort við eigum inni væntingar okkar. Vertu velkomin Einar Jónsson, handbolta þjálfari. Takk fyrir kjalla. Hvernig líður þér í dag? Ertu peppaður? Ertu bjartsýnn á gengi okkar manna? Já, ég var það nú reynda líka hérna fyrir árið síðan við vorum hérna að ræða þetta en já, ég er mjög bjartsýnn og hérna nú er þetta lið búin að vera saman ef við getum orðað sem svo með Snorra í brúnni í rúmt ár. Já. Þannig að það er svona að koma kannski betri mynd á þetta heldur en fyrir árið síðan og hérna þannig að það er bara alveg hellingsinneign fyrir bjartsýni sko. Já. Ég horfði á leikinn í gær á milli Dana og Alsír. Já. Danir vinna með 25 markamun. Og ég fór að velta því fyrir mér af því nú hafa Íslendingar stundum átt mikinn fjölda frábæra leikmanna. En kannski ekki endilega tekist að gera úr þessum frábæru leikmönnum súper liðsheild sem nær súper árangri. Ég fór að velta því fyrir mér hvað eru Danir að gera, hvernig er formúla Danana miðað við það sem við höfum verið að gera og er einhver von til þess að Íslendingar geti sýnt leik eins og þann sem að Danir sýndu í gærkvöld? Já, það, þú veist, við erum ekkert langt frá Dönum að mínum mati. Það eru Danir með heimsklassa bara úr efstu hillu leikmenn sko í öllum stöðum. Við erum kannski ekki alveg þar en hérna, þú veist ég sagði, við erum ekki langt frá því og Danir náttúrulega bara búin að vinna frábærlega í sínum málum og verið yfirbúra þjóð núna undanfarið þannig að hérna, það er kannski erfitt að bera sér nákvæmlega með mikil hefð og mikil stemning fyrir handbolta í Danmörku eins og við þekkjum og hérna þannig að það er, þú veist, en eðlilega viljum við bara meta okkur og meðal þeirra bestu og Danir eru þeirra allra bestu þannig að þú veist þeir unnu mjög stórt í gær Alsír náttúrulega er kannski bara ekki lið sem er langt frá þessum svona betri liðum sko þannig að það sem kannski mér fannst bara gott á Dönunum það gá ekkert eftir, það var bara keyrt á fullu 60 mínútur og hérna var engin afsláttur gefinn þannig að þú veist og það er svolítið líka bara Danir í dag þeir spila bara á fullu alla leiki og hérna og reyna alltaf að ná bara fram sinni besti frammistöðu sem er líka eitthvað sem við kannski mættum taka okkur til fyrirmynda þó ætlum við okkur það alltaf en þeir hafa mikla breytt og það er alveg saman hver inn á þeir eru alltaf á hæsta leveli þannig að hérna, og það er eitthvað sem við kannski þurfum að reyna að ná fram líka. Já, förum aðeins í undirbúningin og svona hvernig þetta lítur út sko Svíaleikinni 2 hvert er mat þitt á frammistöðu okkar í þeim 2 leikjum? Sko úrslitin í leikjunum í sjálfu sér eru fín þannig séð, þetta hefði maður vilja sjá okkur bara vinna heila báðaleikina það var alveg möguleikar í því ég var ekkert allt og hrifinn af frammistöðunni, ég skal viðurkenna það mér var svona ágætis punktar í fyrri leiknum mér varst seinni leikurinn eiginlega bara lélegur reyndar að begja hálfu en hérna það er alveg tilefni til þess að vera nokkuð bjartsýnn eftir þetta hins vegar, mér fannst svona sóknarleikurinn svona í fyrirleiknum var prýðilegur og með svona því betra sem að við höfum sýnt á móti svona alvöru þjóð þannig að hérna hins vegar fannst mér hann alls ekki góður í seinni leiknum
svo svona eitt og annað sem á eftir að laga. Við erum allt og mikið af tæknifélum, töpuðum boltum og svona sem minnir á mótið í fyrra. Já, hefur svolítið loðað við landsliðið undanfarið. Já, ég sammála því. Það ákveðin svona trigger, maður svolítið stressaður. Já, og það svona það sem að ég kannski mér finnst rými fyrir bætingu þar alveg klálega og kannski mest af öllu sem við þurfum að svona þeir vankanta sem við þurfum að sníða af okkar leik og færanýting líka. Já, hún var náttúrulega kannski ekki nógu góð en þú veist, það eitthvað sem að þú veist, kannski erfiðar að hafa stjórn á mínum mati. Sko tæknifélagar í alþjóða handbolta eru bara ekki boði í dag. Og það bara það sem skilur oft á milli hvort þú vinnur að tapar þegar þú ert komin í, þú veist, þegar þú ert að spila á móti Alsír, 10 tæknifélagar kannski skipti ekki öllu máli sko. En þegar þú spila á móti Danmörku þá máttu bara ekki vera með mikið meiri 5-6 tæknifélag, þú veist, það bara topp sko. Og Er þetta andlegt þegar maður sér í hverjum leiknum og fættur öðrum ansi marga tæknifélag og færanýtingin alls ekki á pari við það sem maður myndi vilja sjá hjá bestu liðum heims? Já, þú veist, mér finnst það ágætt punktur hjá þér sko, því að sko skipulagið bara ágætt og liðið er svona að spila nokkurn veginn mjög svipaðan handbolta og bæði þeir gerir sínum félagsliðum og hafa verið að gera undanfarna mánuði undir stjórn Snorra. Þú veist, það mætti, þú veist, það væri alveg hægt að yfirfæra þetta yfir ákveðið agaleysi. Einbeitingarleysi kannski eitthvað leyti, þannig að þú veist, og þetta eru þættir sem náttúrulega bara sérstaklega leikmenn þurfa taka til sín og sem dæmi í seinni leiknum til Svíþjóð var þú veist Janústaði kom með einhverja 4-5 tæknifélag bara á fyrstu 20 mínútunum sko. Já, sem að allt mikið mun velta á núna. Ég bara heldur betur og ég sé Janústaði verið svona okkar helsti leikstjórnandi í þessu móti og hefur verið að spila gríðarlega vel svona fyrir utan þetta því að þetta gengur alls ekki upp sko. Ef við ætlum að spila svona þá förum við ekki langt í þessu móti. Þetta er bara óbúslega stór þáttur og jú, sem leikstjórnandi að þá kemur alltaf til mig að kannski tapa einhverju boltum og eitthvað svoleiðis sko, en það verður að vera í algjöru lágmarki og leikmenn verða svona allavega eiginlega allir að koma út í plús, þú veist, út úr leikjunum sko, það er að segja eins og þú nefndi færanýting líka að þú veist, við þurfum að vera með góða skotprósentu, við þurfum að vera með fá að tapaða bolta og þá fleiri stórsendingar á móti og þar fram til göndunum sko. Stundum finnst mér líka eins og ég þurfa að hafa smá áhyggjur af því að við séum aðeins grófari heldur en dómarar eru almennt að líða þarna úti og það séu aðeins og margar brottvísanir og hvað segir það? Já, klaufaskapur kannski frekar? Já, við kannski erum stundum svolítið smá klaufar, svo er þetta líka kannski þessi barátta, þessi við lefum okkur að segja þessi íslenska geðveiki sem að menn oft tala um að það er bara held ég ákveð svona enginsmerki okkar leik ég held að var meira rými fyrir geðveikina fyrir 20 árum? Já, það var það reyndar þetta línan hefur breyst mikið í dómgæslunni og kannski ekki lyft eins mikið. Það hjálpar okkur ekki neitt? Nei, sennilega ekki sko. Við myndum alveg þykja það svona allavega kannski að línan væri hvað að segja, ekki eins hörð og hún er en mér hefur samt sem áður fundist við bara varnarlega flottir sko. Mér varst varnarleikurinn síðasta móti bara góður, varnarleikurinn undanfari bara búin að vera mjög góður, varnarleikurinn móti Svíum var mjög góður. Ég get alveg lifa með einhverjum 1-2 hvað við segja, klöfulegu brottvísunum eða línan sé það há að við kannski svona stundum kannski erfitt með að fylgja línu dómarans, þú veist, ég held að það verði ekki vandamál og svo veit maður nú aldrei þegar maður kemur inn í þessi stórmót, það er oft laðar einhverja línur svona upp af og svo svona einhvern veginn svona deyfast það línur þegar líður á sko, þannig að það er líka bara gott að byrja dálítið svona, við getum sagt það, krafti og bara svolítið leggja línum það líka bara sjálfur þessi lið að spila ákveðið fast og svo veistu það bara að þú fyrir langt á svona móti að þá svona er tilnefingin að dómarar svona leyfa fastari leik þegar líður á. Já, ég tek undir það með þér að það voru kaflar í fyrir leiknum gegn Svíum sem
kannski eru sumt að því besta sem maður hefur séð, þannig að þótt ég sé að reyna að spyrja hérna einhverja gagnrýnina spurninga, þá sannarlega full ástæða líka til mikilla bjartsýni. En hvað finnst þér hérna leikmannahópinn hans Snorra, og nú hefur hann hann náttúrulega verið að keyra svolítið á sömu aðilunum, en hann hefur líka svona prófað farið aðeins út fyrir boxið og svo stendur hann uppi núna með þennan hóp, meiðsli hjá 2 mikilvæga mönnum, en það ætti nú kannski ekki breyta öllu stóru. Ertu sáttur við valið? Ef þú væri landsliðsþjálfari, væri með svipað áhöfn? Já, ég hugsaði að ég væri nú kannski 90%. Ég syns sem ekkert auðvitað mennur ofta að kalla eftir einhvernum ákveðnum leikmunni inn í landslið, en að þá móti kemur að þá... Svo að gagnrýnt að Þorsteinn Leo væri ekki meira að nota það sérstaklega Já, ég get alveg tekið undir þá gagnrýni. Ég er ofboðslega hrifinn af honum sem leikmanni og þú veist, ég var alveg til að sjá hann verið í stærra hlutverki í þessu liði. En þú veist sem hann kannski fær? Já, svo má það vel vera að bæði það að hann þú veist, kannski má bara eftir að spila sér í stærra hlutverk eða Snorri eftir að svo kannski að treysta honum meira. Þú veist, en auðvitað náttúrulega Snorri með þessa leikmenn á öllum æfingum og sér vel flest alla þeirra leiki, þú veist, þannig að auðvitað hann miklu betri til þess að dæma það hver eiga að vera aðna og hver eiga ekki að vera aðna. En í grunninn ég bara finnst mér þessi hópur, held ég að sé svona nokkurn veginn sá besti sem að við möguleika á náttúrulega fyrir utan þessi meiðsli sem að vera hjá okkur. Mér finnst svona þú veist, ef maður má svona aðeins eða skilur svona út frá mínum bæjardyrum séð þá eins og þú nefndi Þorsteinn Leo, ég væri til að sjá hann í stærra hlutverki. Mér finnst líka Einar Þorsteinn ég mjög hrifinn af honum sem leikmanni. Hann var líka á síðasta móti, hefur alltaf verið í hópnum hjá Snorra. Mér finnst hans hlutverk vera svolítið svona kannski óskilgreint, þú veist, hann fær ekki mörg tækifæri. Ég svona átta mig ekki alveg á því hvaða hlutverki hann gegnir, þú veist, í þessu liði. Þannig að en segi, svo á bara línurnar eftir að skýrast betur þegar þeir eru komin í mótið, þú veist, það má vel vera að Snorri sé ekkert að hafa ekkert svona spilað öllu sínum trompum í þessum svíjaleikjum og þannig að það ýmislegt sem á örugglega eftir að koma í ljós þegar líður á. Líka því þú nefndir Einar Þorsteinn, ég nú svona meira að tala út frá tilfinningu en mér finnst alltaf, ég þekki nú ekki mikið, en mér finnst alltaf eins og að það sé svo þægileg svona návist og áræði kringum hann, þannig að manni líður alltaf eins og að ef hann inni á vellinum, þá smita hann góðu út frá sér. Já, hann er ekki langt að sagja það, held ég. Nei, einmitt. Ég er alveg sammálaður, ég er mjög hrifinn á honum og nákvæmlega sem þú segir, að mér svona líður bara vel með hann inn á vellinum, sérstaklega varnarlega, kannski ennþá eitthvað aðeins í land sóknarlega. Hann hefur svona ákveðna kosti sem að kannski aðri leikmenn liðsins hafa ekki. Hann er fljótur á fótunum, hann er með alveg ofboðslega handavinnan hjá honum og hann er svona með stóra ramma. Hann er klókur, þú veist, hann er ekkert mjög ólíkur kannski pappa sínum að mörgu leyti varðandi bara svona hvernig heilinn á hann virkar og pappans svo yfir það upp fyrir áhörðan. Já, sem er náttúrulega Ólafur Stefánsson sjálfur Ólafur Stefánsson sem nú lærir sálfræði. Já, og sem allir náttúrulega vita er sennilega eitt besti handboltamaður sem uppi verið í heiminum Þannig eins og segi, hann hefur marga, að mínum að þetta marga mjög góða kosti sem að ég held að getur nýst liðinu vel og þannig að það er svona eitthvað sem að ég til að vega minni, hvað sem að Snorri komið svo til með að nota hann eins mikið og ég myndi vilja gera. Það er svo bara komið ljós. Þetta snýst líka svolítið þú veist, hverju spila vörn, hverju spila sókn, það er alltaf verið að skipta svolítið þar á milli og svona, þannig að fyrir þjálfara er þetta kannski aðeins flóknara að setja upp heldur en fyrir okkur sem heimasetja og svona erum að rýna þetta í sófanum Er línan orðin snöggur blettur hjá okkur eftir meiðsli Arnars Þórs?
Mér finnst gríðarlega missir af Arnari, það verður bara að segjast alveg svo hann var frábær fram að meðst, hann búinn að spila gríðarlega vel í vetur, lítur mjög vel út, virkar í góðu formi, góðri leikaðingu, að mér skilst að hann hafi verið virkilega öflugur á æfingunum fyrir meðslin. Þannig að það mikill missir af Arnari, það verður bara að segjast alveg svo því að auðvitað bæði í mér og Elliði frábærir Sveinn svona kannski meira spurningamerki Jóhann sem að kom í staði fyrir Arnar. Heldur að fá tækifæri? Já, hann á örugglega eftir að fá tækifæri því að það á eftir að mæða mikið á Elliða og Ími þannig að hann á alveg örugglega eftir að spila eitthvað og vonandi bara nýtir hann þær mínútur vel sko. En eins og ég finnst svona við getum ekki nota neinar afsakanir en þetta vissulega mikið skarð fyrir skildi fyrir liðið að mínum mati. Verður hraði boltinn okkar forti í þessu móti? Já, nú rættu þetta nú líka í fyrra að Snorri myndi koma inn svona með þessar áherslur sem hann var með hjá Val. Sattir það? Mér finnst við ekki hafa séð að hinga til ekki svona ekki til líkingu við það sem að var eins og hjá Val nei, ég held að við komum ekki til með að vera eitthvað það verði eitthvað svona ekki okkar einkennismerki, ekki áberandi í okkar leik, ekki sérstaklega ekki þegar komið út í leikjumóti þessu betri liðum þú veist, það má vel vera núna á móti Grænhöfðeyjum og Kúbu að við náum einhvern veginn svona að sprengja upp leikinn og kannski hlaupa einhver leiti yfir þau lið en ég hef allavega ekki séð, ég sá það ekki Svíaleikjunum að það væri eitthvað sem eitthvað myndi vera eitthvað okkar vörumerki mér finnst það ekki stefni í það sko. Getur átt vona á háu hlutfalli marka frá skittunum? Já, ég held að það verði ég held að skittunar eða útileikmennir orðan sér svo að það svona muni bera hittan og þungan af markaskorunni hjá okkur, alveg klálega þú veist, hornamennir við vorum ekki að fá mikið og nýttur reyndar ekki færi vel á móti Svíum við vorum heldur ekki að fá mikið hraðablöpum eitthvað sem kannski hornamenn lifa svolítið á þannig að við allavega svona miðjakvönda lítur út í dag þá held ég að ég meita þessir útileikmenn komið til með að bera svolítið hittan og þungan af þessu sem svo bara í góðu lagi sko. Já, og ef vörnin skellur saman og markvarslan verður öflug þá getur allt gerst. Já, og vörnin hefur verið góð og markvarslan góð líka þannig að ef eitthvað þá mættu við kannski fá meira út úr einmitt varnarleiknum okkar það að segja, að fá fleiri hraðablöp, fleiri auðveld mörk og það, ég vona að það sé eitthvað sem að mér finnst við eiga það inni vonandi það eitthvað sem að mun svo bara svona verða betra og betra eftir sem að líður á móti. Hvað var það markmennin okkar? Einhver leið að giska á hvort Gísli eða Bjöggi verði okkur mikilvægar í þessu móti? Ég held að Viktor Gísli verði nú svona einn af kannski 2-3 mikilvægastu leikmönnum liðsins alveg klálega hann muni byrja inn á Já, hann verður markmaður númer 1 og það mun mikið mæða á honum alveg klárt mál en þeir hafa verið bara flott par Viktor Gísli og Björgvin og vega hvort annan uppi einhver leiti svolítið ólíki markmenn þannig að þú veist og það á eftir að mæða mikið á Bjögga líka alveg klálega og ég bara mjög vongóður og bjartsinn að þeir muni standa sína plikt vel og þeir hafa gert það undanfarið og það ekkert annað í spilunum en að það verður bara áframhald á þar sko. Og Bjöggi alltaf frábær sko hvort sem hann inn á vellinum eða ekki svona sem móralskur stuðningur. Alveg klálega, Bjöggi náttúrulega já, mikil orka sem hann gefur frá sér og og hann náttúrulega bara þessi típa sem hann hefur verið og svona fer mikið fyrir honum
og hérna hvað segja, alltaf maður með langmestu reynsluna þarna, þannig að hann hefur gert þetta allt saman og þannig að það alveg klálega, hann mun örugglega bara nýta sína reynslu á jákvæðan hátt inn í hópinn. Ótrúlega litríkur og skemmtilegur karakter. Já. Sko, þetta eru 3 verkefni núna framundan, það Grænhöfðaeyjar annað kvöld, það hefst með því. Við gerum náttúrulega tilkall til þess að vinna alla þessa 3 leiki eða verður Slóvenía eitthvað vesen? Já, Slóvenía verður vesen sko, en já, við bara eigum að gera þar kröfur á okkur að vinna alla 3 leikinni í riðlinum sko. Slóvenía, sem sagt, ef við byrjum Grænhöfðaeyjar og Kúba, ef við tökum þess að fyrstu 2 leiki mínum að dega þeir bara vera svona nokkuð þægilegir uppið þennan leikir? Já, má eiginlega segja það að hérna við erum hepp með röðina. Já, það nú ef við förum svo aðeins dýpra bara í móti sjálft sko og riðlakeppni og svo framhaldi af því að þá erum við ótrúlega heppið með hérna, ef við getum orðað þannig með leiðina að gullinu. Það svona flugbröð sko. Já, svolítið sko, það alveg klálega við bæði heppið með riðil og klálega heppið með milliriðil líka sko, þannig að hérna og eins og segjum, hvernig við byrjum mótið að fá svona 2 leiki á móti svona, veikari liðum að minnsta kosti, það eitthvað sem að við getum svona hort á jafnvel sem sko bara æfingaleiki sko og þetta prófa ýmislegt og það að dreifa álæginu vel þá líka, við erum alltaf að fara að mæta með ferska leikmenn inn á móti Slóvenum sko. Þú ert að segja mér að það ekki séns í helvíti að við töpum 2 fyrstu leikana? Já, ég ætla bara algjörlega að gefa mig það hérna ekki séns í helvíti að við töpum því. En ég skal lengur lofa með Slóvenaleikinn. Slóvenendur eru frábæri handbolta. Slóvenía mínum að svona svo þjóð sem að mér finnst skemmtilegast á að horfa. Sóknarlega frábærir og mikið af góðum einstaklingum. Þannig að hérna, það verður erfiður leikur alveg klálega en hérna við þurfum að fara í gegnum einhver mót þar sem að við vinnum þessa erfiðu leiki. Það ekki hægt að fara inn í mót og einhvern veginn að vonast til þess að fá bara alltaf létta andstæðinga. Það verður aldrei svoleiðis. Það hefur aldrei verið þannig. Mæltu manna heilastur. Þessar úrslitarimmur verða að fara að detta okkur. Já, það þetta mót svolítið þannig að þetta kannski sko fram að 8 úrslitum þetta kannski getum við sagt einhver leiti 2 leiki, þetta snýst 2 leiki sko, þú veist jafnvel sko, þannig að hérna, það Slóvenía leikurinn og sem gera það þá verkum að við tökum 4 stig með okkur í milliriðil sem að gera það verkum að við þurfum hugsanlega, ef við gefum okkur það kannski Egyptaland verði í öðru sæti í hinriðilnum, að þá erum við sko, þá þetta raun og veru, 1 leikur á móti Egyptalandi sem að, þú veist sem að skipti máli sko, sem að getur gert það verkum að við erum þá komin í 8 úrslit með sigri í þeim leik, þannig að ef við leyfum okkur að hugsa okkur svolítið fram í tíman og gefum okkur einhver ákveðin úrslit svona fyrirfram sko, þannig að já, svona maður sér það fyrir sér að til þess að komast í 8 úrslit þá þetta svona 2 svona úrslitaleikir sem að við þurfum að vinna og það eitthvað sem við höfum ekki gert á síðsliðnum mótum og orðið ansi langt síðan því miður. Þannig að hérna, við þurfum að gera það nú. Rifja það aðeins upp fyrir okkur sko, ef við komumst í þessi 8 úrslit, erum við þá með 3 leiki þar? Já. Eða eru þeir sko, þá ferði 8 úrslit, já, náttúrulega ef þú ferði 8 úrslit, þá það svo undan úrslit og úrslitaleikur. Þú nú veit ekki hvort þið spila, allir sé ekki spila sæti 5-8. Þannig að þá, sem sagt, ef þú 8 úrslitin bara úrslitakeppni, þannig að ef þú tapar þeim leik, þá ertu í 5-8. Ef þú vinnur, þá ferðu náttúrulega bara í undan úrslit og svo leikum medalíu sko. Þannig að 3 bætast við Já, 2 til því allavega 2 það fyrir eftir, 3 ef þú vinnur. Ef við förum í gullið, þá þetta í heildina hvað þetta margir leikir í heildina? Já, við förum alla leið, við förum í úrslitaleik, þá þetta 8 leikir. 8 leikir á nei, fyrirgefðu, þetta eru 9 leikir á hérna, það eru 3 í riðlum, 3 í milliriðli og svo 8 lega 4 lega úrslit og þannig að þetta eru 9 leikir á já, hvað þetta 18-19 dagar eða eitthvað sem að þetta ansi þétt.
mikið hefðu nú gott að því að fá hérna að fá þessa umbun eftir svona vonbrigði seinni tíma. Já, við náttúrulega vorum honum góðu vön hérna alveg fram til 2012, 13, 14 eitthvað svo leið maður mann þá tíma vel. Já, heldur betur og hérna nú komin ný kynslóð og hérna og þetta svona kynslóð sem voru mikla væntingar til og það er ekki náð alveg að feta í þau fótspor sem að fyrir voru, þannig að hérna en við höfum gæðin, við höfum möguleikana, við höfum allt til staðar til þess að ná í velun ef við ætlum að leyfa okkur að dreyma og ég held að allir Íslendingar eiga bara að leyfa sér að dreyma að sjálfsögðu en auðvitað kannski ekki kröf, þú veist ef við getum farið aðeins í það hverjar eru væntingar og hverjar eru kröfurnar, fyrir mitt liti eru kröfurnar áttalega úrslit, væntingarnar undanúrslit sko, en allt fyrir ofan eða áttalega úrslit og þú veist ef við komast þangað allt þar fyrir ofan myndi ég segja að vera plús en bæði finnst mér að kröfurnar sem við að setja á okkur og væntingarnar megi ekki minni heldur en það. Nei. Ég ætla að spá Íslandi 3. sæti í þessu móti. Hver þín spá? Ég ætla að spá okkur 5. 5, já. Þannig að við erum svona svipuðum slóð. Já. Og þetta nú bara, þetta verða nú að teljast stolti bjartstýra spár. Já. En til hvers tekur maður þátt í þessu jarðlífi en maður ætlar ekki að vera bjartstýr? Nei, ég er sammála því. Það væri, við ætlum ekki að fara að spá okkur neðar en 8. Mér finnst það nú bara að vera, það er eitthvað hálf döll. Já. Og vonbrigðin sko verða alltaf mikil, hvort sem þú ert bjartstýrn eða svartstýrn. Og þá er bara tíminn fram að viðureigninni þegar vonbrigðin verða hann verður bara betri en maður er bjartsýnn. Já, það er alltaf miklu betra að vera bjartsýnn og hafa einhverjar væntingar og setja einhverjar kröfur heldur en að gera það ekki sko. Það er bara metnaðarlaust og hérna þú veist, það er miklu betra að vera fyrir vonbrigðum út af því að væntingarnar eru miklar heldur en að einhvern veginn að hafa þetta flatt og leðilegt sko. Sammála því og eins og við ræddum hérna fyrir ári að því þú veist að rifja það upp þá hérna snýst þetta náttúrulega eitthvað miklu meir en íþróttir sko. Þetta er þjóðarstoltið, þetta er bara félagsfræði þessa mánaðar, bara veðrið, myrkrið, allt er undir og jafnvel fólk sem að sko aldrei fylgist með íþróttum, það dregst inn í stofuna og fer að horfa með hinum af því að það er ekkert annað hægt. Já, þú veist, engin spurning, þetta er bara það sem allir er að tala og í janúar og hérna, þetta er bara hátíð í vonandi einhverja 3 vikur og hérna maður sér það bara á árstölum og fleira, þetta er það svona stærsta eða mest það sem fólk horfir mest á í hérna íslensku sjónvarpi. Það er íslenska handboltakarlalandsliðið og hérna enda hafa þeir líka bara staðið undir því og skemmt okkur hérna í gegnum árin og áratugina. Strákarnir okkar? Já, þú veist, það er bara þannig að hérna jú, maður auðvitað verður maður líka fyrir vonbrigðum en það er líka bara góða við það er einhvern veginn allur tilfinningaskalinn sem að maður svona upplifir í janúar, það er nú bara þannig og út af handboltalandsliðinu. Líka frábært að stelpunar okkar séu upplið. Heldur betur, það eru núna svona vonandi að fara að halda sér inn á þessu stórmótum, bæði HM og EM og hérna bara áttu frábært mót síðast og þar er ég líka bara með mikla væntingar bjartari tíma þar sko, því að það er heldur betur og við höfum sýnt það svona í okkar yngri landsliðum kvenna að við erum alltaf að nálgast þessi bestu lið. Það hefur verið unnið alveg ofboðslega gott starf undanfarin ár þarna í kvenna landsliðunum og hjá þjálfurum hérna á Íslandi kvennamegin sko. Einar, ég er honum svo spenntur og peppaði núna bara að ég ræði þetta við þig að hérna, ég get ekki lýst því heldur sé ekki þannig með ansi marga núna. Jú, ég bara alls þar það sem maður kemur og hittir fólk að þá er þetta alltaf fyrsta umræðefnið og maður verður fyrir því að vera mikið spurður hvað munum koma til með að gerast og hvort að Snorri sé ekki vonlaus eða hvort að þessu og hinni að vera þarna eða ekki og allt þetta, þannig að bara því sem að þessu fylgir, þetta eru hérna, það
Þetta bara stórt umræðefni í dag og bara gaman að ræða þetta og gaman að fylgjast með og svona einhver leiti að taka þátt í þessu. Já, takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu. Það ekki oft sem við erum með umræðum íþróttir en eins og ég sagði við Gunnar Smára, þetta ekki bara umræðum íþróttir, þetta bara umræðum Ísland. Já, þetta bara, það bara svo, þetta bara félagsfræði í janúar og þetta hefur ég held að þjóðarstoltið og rembingurinn er mikill, þannig að þetta er ekki bara íþróttir sko, það alveg klart mál. Kæri þakki fyrir komuna, við vonum það besta og stöndum með náttúrulega drengjunum okkar í Blíð og stríð. Heldur betur. Það bara svoleiðis. Og ég vona að þið séu bara svipuðum nótum áhorfendur góðir, en við förum yfir í aðra sálma. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.